Jæja, heyrðu þá ætlum við að setja kannski næstu glæru Já, og en haustið 2019 að þá tóku aðilar við skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar og menntavísindasvið Háskóla Íslands, það er hún Þorbjörg sem var hér áðan og við Svava Pétursdóttir, við tókum höndum saman að fara að þýða selfie-matstækið. Þorbjörg var sem sagt áður farin að skoða verkfærið og taldi að það gæti verið mjög hentugt til að stuðla að skólaþróun og sviði upplýsingatækni í reykvískum skólum og leitaði til okkar Svövu hjá menntavísindasviði varðandi samstarf að þýða verkfærið á íslensku til að gera það aðgengilegra fyrir íslenska skóla. Og þetta er samt mikið af spurningum og sérhæfður orðaforði, þannig að það er mjög mikilvægt að standa vel að þýðingunni og við hófum þetta þýðingarstarf á vormisseri 2019 en þá var Þorbjörg búin að setja allar spurningar inn á samvinnusvæði og við Svava og aðalega Svava byrjuðum á þessu. En svo gerðum við nú hlé sumari og tókum aftur upp þráðinn á haustmisserinu og vorum svo stálheppnar að fá til liðs við okkur 2 meistaranema sem voru skráðar á námskeiði upplýsingatækni, menntun og skólaþróun. Björgu Melsteð og Birnu Friðriksdóttur sem tók að sér stóran hluta þýðingavinnunnar og þær prófuðu íslensku útgáfuna í 2 skólum á höfuðborgarsvæðinu og við náðum líka mjög góðri samvinnu við evrópska selfie-hópinn sem tók nýrri þýðingu 2 höndum og veitti fræðslu og sendi íslenska hópnum viðeigandi gögn og þýðingarlista og sáum að setja inn íslenska efnið en fyrir var verkfærið aðgengilegt á held ég 31 tungumáli. En svo var líka góð samvinna við Menntamálastofnun. Nú en hvað er eiginlega þetta selfie? Nú taka þær Björg og Birna við að lýsa því og sínum þætti í þessu þróunarstarfi. já, takk fyrir Sólveig, gaman að fá að vera með því að kynna þetta í dag. Við byrja að fara bara stuttlega hvað er selfie. Það er, eins og Þorbjörg kom inn á, evrópskt sjálfsmatsverkfæri sem getur nýst sem nokkurs konar leiðarvísir í skólaþróun á sviði upplýsingatækni. Svona eins konar stöðutaka sem er hægt að nýta í upphafi í ferlinu og svo líka á leiðinni. Nú skólar geta lagt fyrir endurteknarkannanir meðal stjórnenda, kennara og nemenda stöðu viðkomandi hópa, þessa hópa sem varða þá tæknilega innviði, stafrænt læsi og svo nýtingu stafrænnar tækni í námi og kennslu. Förum aðeins yfir bara ferlið og hvernig hægt að nota eða hvernig selfie nýtist, þá er kannski fyrsta skref að mynda teymi innan skólans eða nýta það teymi, þróunarteymi sem er til staðar og það teymi heldur þá utan verkefnið. Nú teymi sér að skrá skólan á vef Evrópusambandsins, selfie-vefinn sem við höfum kallað hann, og kynna verkfærið fyrir samstarfsfólki. Spurningar í könnunni eru staðlaðar og aðgengilegar á fjölmörgum tungumálum eins og hefur komið fram og skólarnir geta svo líka mótað sína eigin persónulega nálgun með því að bæta við eigin spurningum sem við teljum að sé mikill kostur. Nú skólinn getur valið hversu lengi könnunin er opin og býður þá stjórnendum og kennurum að taka þátt innan þess tímaramma. Það tekur svona það bil 30 mínútur að svara spurningalistanum. Það þarf að gefa sér smá tíma í þetta. Það er talað að nemendur allt niður í 9 ára og eigi að geta svara spurningunum. Við prófum að leggja spurningana fyrir 10 ára nemendur og það gekk bara mjög vel. Það var svona, sumir þurftu smá aðstoð við að skilja orðalag og inntak spurninga. Og það er til líka mælt með því að nemendur svari sínum spurningum í kennslustund til að eiga kost á að fá þessa aðstoð. Nú nemendur með annað tungumál en íslensku, þeir geta svara spurningunum á sínu tungumáli ef það er eitt af þessum 30 tungumálum sem er í boði. En þá ber að hafa í huga að það getur reynst erfitt að aðstoða nemendur og útskýra spurningar nema sjálfsögðu einhver sé til staðar sem að tala tungumálið. Nú strax og könnunin er lokið, þá býr kerfið til sjálfkrafa skýrslu með niðurstöðum sem eru aðgengilegar skólanum og einungis skólinn hefur aðgangað á selfie-vefnum. Skólinn getur þá
er þá með höndunum ítarlega skýrslu sem hann þá getur ígrundað í sameiningu og auðveldar honum að taka næstu skref í þeirri vinnu í skólaþróun á sviði upplýsingatækni. Aðeins forprófuna og þáttökuna. Við völdum skólana eiginlega bara út frá hentugleika, það er að segja við þekkjum ágætlega til í þessum skólum. Þeir eru ekki í sama sveitarfélagi en eru svipaðir að því leyti að þeir eru báðir barnaskólar með nemendur á yngsta og miðstigi. Nú í samráði við skólastjórnendur þá kynntu við verkefnið fyrir kennurum. Í öðrum skólanum þá fengu kennara kynningu á kennarafundi á staðnum, en í hinum skólanum þá fengu kennarar kynningu í tölvupósti, rafræna kynningu. Og í skólanum þar sem kynningin fór fram á kennarafundi að þá gátu kennara svarað á staðnum. Nú spurningalistarnir voru opnir í viku. Það mætti kannski vera örlítið lengri tími en það var bara ekki í boði akkúrat þarna. Það voru bara að leggja þetta fyrir í desember og stuttur tími. En kennarar ásamt stjórnendur voru hvattir til að taka þátt innan þessa tímaramma. Nú í skólanum, eins og ég sagði, þessi kynningi fór fram á kennarafundi að þar bauðst kennarum að svara könnun á staðnum en þeir gátu líka svara heima hjá sér eða eftir kennslu eða þegar það hentaði þeim. Það voru það bil tæplega 100 nemendur í hvorum skóla sem tóku þátt í forprófuninni. Umsjónakennarar í 5. bekk lögðu könnunina fyrir í kennslustund með aðstoð okkar Birnu og fyrirlögnin gekk vel, nemendur voru jákvæðir, þeir þurftu ekki mikla aðstoð og eins og ég sagði frá áðan, bara flesta spurningar frá nemendum tengdust orðalagi og inntaki spurningana. Þannig að það er kannski ágætispunktur að kennari sé búin að prófa að taka sjálfur könnunina til að geta svona aðstoða betur nemendur. En við völdum nemendur í yngri kantinum til að sjá hversu vel þeim gengi að taka þátt í sjálfsmatinu og við teljum að nemendur á miðstigi eigi vel að ráða við þáttöku og jafnvel allt niður í 4. bekk með þá smá aðstoð. Nú, þáttaka var góð bæði hjá nemendum og stjórnendum en kannski ekki eins mikil meðal kennara. En það var áberandi betri þáttaka í kennarahópnum í skólanum þar sem kennara fengu kynningu á staðnum. En heldur en hjá þeim sem fengu rafrænu kynninguna. Það náðist þó að tryggja lágmarksþátttöku, en til að matið teljist marktækt þá þarf að vera 30% lágmarksþáttaka í hverjum hópi fyrir sig. Nú, látum okkur sjá. Ég hljóp held ég yfir nokkrar afsakið. Þessi átti að vera næst. Það varðandi spurningarnar. Nú matsverkfærið er þríþætt þar sem einn spurningalisti er lagður fyrir nemendur, annar fyrir kennara og svo þriðji fyrir stjórnendur. Nú allir aðilar svara stuttum spurningum eða fullyrðingum sem snúa 6 mismunandi áhersluþáttum á notkun stafrænnar tækni. Og þættirnir eru forysta, starfsþróun, kennsluaðferðir, aðferð við námsmat, stafræn hæfni nemenda og svo líka innviði og búnað. Nemendur fá einkum spurningar námsupplifun sína, kennarar kennsluaðferðir og stjórnendur skipulag og heildarstefnu. Hér sjáið þið dæmi spurningu eða fullyrðingu miklu frekar og þið sjáu að það er heilmikið texti að lesa og það tekur svolítið tíma, sérstaklega kannski fyrsta skipti sem verið að taka könnunina en það er svona gert til þess að allir skilji og viti nákvæmlega kannski hvað verið að spyrja eða fá fólk til þess að taka afstöðu til. Og svarmöguleikarnir við hverja spurningu eða fullyrðingu eru 6 talsins. Þeir eru þá merktir með tölunum 1 upp í 5 sem er þá mjög ósammála, fremur sammála, sammála og svo mjög sammála og svo er þá
sem sagt þessi taki þarna lengst til hægri sem við sjáum sem merktur NA. Okkur tókst nú ekki kannski finna alveg nógu góða þýðingu á þessari skammstöfun en það merkir á ekki við. Þannig að ef bendillinn settur yfir að þá birtist þessi setning á ekki við. Og þá ætlar Birna að taka við og tala eins og kynna fyrir ykkur hvernig niðurstöður birtast í skýrslunni sem að skólinn fær. Já, sæl. Bara gaman að vera hérna með ykkur. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá hvernig niðurstöður birtast og það gerist í rauninni alveg strax leið og fyrirlögn lokið og lokast hefur verið fyrir þannig tímaramma sem að stjórnendur setja sér eða teymið, þá opnar strax fyrir bara mjög ítarlega skýrslu inn á svæði skólans á Selfie vefnum. Á okkar mati þá bara verkfæri eða niðurstöðurnar mjög ítarlegar, það eru myndrænar og auðvelt að lesa úr þeim. Þau verkfæri skila niðurstöðunum á tölfræðilegan hátt, ýmist í súlu eða súluritum eða myndritum. Og eins og við sjáum hérna þá erum við með myndrit þar sem að við getum séð svör stjórnenda eða heildaryfirlit yfir svör stjórnenda í öllum þeim flokkum sem að þau svara. Og þetta birtist svona en verkfæri gefur okkur mismunandi útlit í rauninni, þannig að fyrir okkur þá fannst okkur þetta kannski, okkur fannst erfiðast að lesa út úr þess, en ég sýni ykkur núna eftir annað myndrit, þar sem við sjáum súlurit og það okkur þótti auðveldara að lesa úr þessu, eins og við sjáum hér. Hérna sjáum við þetta súlurit. En þar má sjá svona helstu niðurstöður hvers hóps fyrir sig og í þessum 6 áhersluþáttum sem að spurt út í. Þið sjáu líka að við getum séð sérstaklega hvað niðurstöður hvers hóps og þetta svo ótrúlega áhugavert að geta skoðað vel að við getum séð nákvæmlega undir hvaða þætti, hvaða hópur meðaltal hvers hóps. En ef þið sjáu til dæmis litið á rauða þáttinn, námsmat, þá getið þið séð að það ekkert svar frá nemendahópnum. Nemendahópurinn guli og það bara vegna þess að þeir svara þá ekki spurningu sem tengjast námsmati og eins með að þeir svara ekki spurningu sem tengjast starfsþróun. En á okkar mati var þetta miklu skýrara, það var betra að lesa út úr þessu heldur en myndritinu. En það getur verið bara ýmist hvað fólki finnst betra. Þannig að þetta margar mismunandi útgáfur sem að verkfærið gefur okkur. Og það mjög, mjög skýrt og auðvelt að lesa út úr. En já, þú mátt kannski bara setja yfir á næstu glæru. Til að sjá niðurstöðurnar enn frekar eða útfærsluna, þá getum við séð hverja spurningu eða hverja fullyrðingu fyrir sig og skoða það nákvæmlega. Hérna getið sem dæmi erum við að sýna ykkur þessa hérna sem í undirþættinum áhersluþættinum nám og kennsla. Þar eru allir hópar sem svara svipaðri spurningu eða svipaðri fullyrðingu í þessum þætti. Stjórnendur svara til dæmis að kennararnir okkar nota stafræna tækni til að ýta undir samvinnu nemenda á meðan að kennarar svara fullyrðingunni, ég nota stafræna tækni til að ýta undir samvinnu nemenda og að lokum þá það nemendahópurinn sem að svara fullyrðingunni í skólanum okkar notum við tækni í hópavinnu eða hópvinnu. Þau svara þessum fullyrðingum allir í sitt hverju spurningakönninni en hérna sjáum við vel niðurstöður og hvernig til dæmis afgerandi niðurstöður hvað nemendur jákvæðari heldur en til dæmis stjórnendur. Stjórnendur eru bláa línan, kennarar eru rauða eða bleika og svo nemendur eru
sá guli. Þannig að rosalega gott að geta farið inn í hverja spurningu eða hvern þátt fyrir sig og borið svona saman hópana. Þannig að bæði ber saman flokkana sem hópana. Þannig að við fyrir næsta. Svo það svolítið bara hvað kemur næst. Eftir að skólinn hefur lagt þetta fyrir, þeir hafa fengið þessar niðurstöður, það var búið að upphaflega að mynda hóp eða að setja þetta í hendurnar á hóp sem er nú þegar starfandi í skólanum. Þá þarf svolítið að ígrunda niðurstöðurnar og eins og ég búin að segja þá eru niðurstöðurnar mjög ítarlegar og skýrar og næsta verkefni í rauninni að ræða næstu skref. Hvað á að gera á að bregðast við einhverju sem kemur kannski illa út, sérstaklega illa út og þá mögulegt að endurtaka svo könnunina. Það jafnvel við lögðum okkar fyrir til dæmis að hausti til undir lok í desember eins og Björg sagði en það hefði alveg verið möguleiki fyrir okkur að endurtaka könnunina að vori. En Selfie býður upp á að hver skóli leggi hverja könnun 2 sinnum á ári fyrir. En það rosalega gott til þess að skóli getur brugðist við því að það þetta mjög nauðsynlegur þáttur í þessu. En nú ætlum Sólveig að taka við og segja ykkur aðeins betur. Já, takk. Við sem komum að þessu verkefni, við teljum mikilvægt að leggja lokahönd á þýðingavinnuna og sem stóð nú reynda til en COVID greip inn í þarna fyrir á þessu ári. Það þarf að lagfæra nokkra hnökra sem kom í ljósi prófun og huga því hvort að þýða þurfi aðrar útgáfur af verkfærinu sem sagt fyrir fleiri skólastiga gerðir skóla og þá svona spurning hvort að þurfi að aðlaga verkfærið af nýjum aðstæðum og áherslum í ljósi þess að stóru aukningu á netnám og kennslu og áherslu á stafræna hæfni kennara og nemenda í því sambandi. En það mjög spennandi bara líka að skoða mögulegt samstarf skóla og fræðafólks í nýtingu Selfie til að meta stöðu og velja leiðir til þróunar. Og Þorbjörg og fleiri hjá Reykjavíkurborg þeir sjá hvernig þau eru að hafa í hennar erindi, hvernig þau hafa huga og aðstoða skóla í nýtingu verkfærisins og í þessum leiðarlykli og vinnu í tengslum við hann og við Svafa og svona fleirum höfum að setja fram hugmyndir á rannsóknum þar sem verkfæri kemur í sögu og væri notað til að meta stöðu upplýsingatækni í skólum og stuðla skólaþróun. Þannig að þar vildum við gjarna fá í lið með okkur skóla og fleiri áttum og með ólíka stöðu. En við þökkum bara fyrir okkur þá og fáum fram einhverja umræði núna.